Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í áframhaldandi samræðu loftslagsmál og bara framtíð heimsins. Ég fekk hérna til mínu daginn Frosta Sigurjónsson sem að vildi ekki meina að væri svona þessi vá af mannavöldum eins og rætt svona og eiginlega hingað komin til þess að svara þessum svona efasemdum óbeint eða þannig eru hvorki meira minna en formaður og varaformaður Landverndar, það er Guðmundur Steingrímsson, doktorsnemi og Þorgerður María Þorbjarnardóttir jarðfræðingur og formaður Landverndar. Verið velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Eru það leið að vera kölluð út svona SOS þegar einhver hefur fengið mikið plattform í fjölmiðlum til þess að afneita þessum vanda og þá séu því kölluð til? Nei, ég er ekkert leiður á því. Það er ekkert eins og það gerist eitthvað oft. En sko, og mér finnst áhugavert að ræða þessar loftslagsefasemdir og ég líti ekkert svo á ég sem komin hérna til að svara Frosta, en það sá ég ekki viðtalið við Frosta en hins vegar alveg rennur mér blóðið til skildunar og að reyna að skýra aðeins hennan veruleika sem blasir við að loftslagið er að hlýna af mannavöldum út af útblæstri gróðurhúsalofttegunda og það er alveg skiljanlegt að margir ná ekkert endilega alveg utan þann vísindalega sannleika og það er líka mjög skiljanlegt að margir vilja afneita honum vegna þess að þetta er frekar ömurlegt. Það hefur í för með sér alveg rosalegar raskanir á lífi okkar á jörðu og það er rosalega margt sem þarf að gera og ég reyna að segja fólki að margt af því sem við þurfum að gera er bara alls ekkert svo slæmt. Það getur bara haft í för með sér meiri hamingju og margt af því sem við höfum verið að gera hefur líka bara leitt af sér bara betri veröld þannig að þetta getur nú alveg farið saman meiri velsæld og meiri hamingja og að takast á þennan vanda. Svo náttúrulega segja margir að margt sem við erum að gera sé einmitt gott fyrir suma og ekki aðra. Þetta sé náttúrulega rosalega mikið svona spurningum grænþvott og einhver stór fyrirtæki sé raunverulega byrjuð að skreita sig og það var eitt af því sem að Frosti nefndi og það var náttúrulega margt í hans málflutningi sem að vekur mann til umhugsunar til dæmis bara sem er skiljanlegt eins og segir að vera alltaf að tala heimsendi að það sé mjög þreytandi og hættur svona óheppilegt fyrir börn og aðra bara en já. Ég held að það sé alveg það er einhverju leyti bara hárrétt að það er, ég held að hjálpi ekki að tala um það að heimsendir sé bara í nánd. Ég hef alltaf nálgast loftslagsmálin meira með réttlætis hugsun. Við vitum að loftslagsbreytingar eru farnar að hafa töluvert mikil áhrif í heiminum og með því að standa við okkar gefin loforð að losa ekki þannig að það hlýni hér meira en 1,5 gráðu. Það er réttlætismál því að við erum að horfa fram á að næsta kynslóð eftir okkur geti hort fram á töluvert breytta heimsmynd bara út frá auðlindum að því að það eru auðlindir sem eru að þurrkast upp eða breytast og það er ekki alltaf hægt að fara bara norðar til þess að breyta framleiðsluhætti og fólk er að flýja heimili sín. Það er kannski sjálf sér ekki heimsendir en það er ekki gott. Og það er skali á því hversu slæmt þetta getur orðið og með kannski 2-3 gráðu hlýnun ég held við sem að horfa á með við núverandi skuldbindingar og þá erum við að stefna yfir 3 gráður þessar 3 gráðu hlýnun og þá erum við með alveg vísindalega rök fyrir því frá IPCC vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna sem ekki eitthvað lítill hópur af vísindamönnum, þannig eru 6.000 vísindamenn dreifðir yfir allan heiminn að vera að taka saman gögn
að þau segja bara þá erum við að horfa fram á töluvert breytta heimsmynd fyrir fjölda fólks. Það meðal okkur, bara eiginlega flest, en það er enginn að tala kannski eitthvað loftstein sem bara kemur og þurrkar allt út. Þetta náttúrulega gerir smátt og við erum strax að sjá að kakóverð er að hækka, kaffiverð er að hækka. Það er þessar litlu breytingar sem eru byrjaðar og að já, og náttúrulega með því að hræða fólk mikið þá líka eigum við hættu við að það fari í baklás og ég held að það hafi kannski sé mögulega einhver drifkraftur á bak við þau sem að annarkvæmst nenna ekki að hugsa þetta eða afneita bara þessum En svo hitt vísindum. Að hinn rökin að það sé svolítið verið að nýta sér af hendi stjórnvalda kannski, nýta sér svona þetta neyðarástand eða þetta bara alvarlega ástand til þess að réttlæta þá aðgerðir sem eru þá kannski einmitt ekkert jákvæðar gagvart öðru í heildamyndinni, til dæmis í náttúruvernd og gagvart auðlindum og slíku þannig að það fannst mér svolítið svona áhugaverð pæling, þú veist, hvort að jafnvel þarna væri eitthvað þótt maður efist ekkert skilið loftslagsmálin, þá er þetta náttúrulega kannski spurning einhvers konar forgangsröðun. Þetta þurfa aðgerðirnar til þess að stemma stigu við áhrifum loftslagsbreytinga að vera réttlátar og það ég upplifa þannig að það sé mjög margir að setja hausinn sinn í það að reyna að hanna sem réttlátastar aðgerðir. Stóra áréttlæti í þessu öllu saman eru hins vegar loftslagsbreytingarnar sjálfar. Það eru alveg gríðarlega áréttlátar. Þetta eru fyrst og fremst neyslusamfélögin ríku sem hafa staðið að útblæstri gróðurhúsalofttegunda og eru núna við hálfum huga eiginlega að reyna að draga úr því og munur á kolefnisspori milli svona íbúa í fátækustu ríki Afríku og íbúa í Ameríku, hann er svona 600-faldur. Áhrifin verða hins vegar miklu meiri í Afríku og þar og á svæðum þar sem eru veikir innviðir og hlýnunin verður einfallega meiri. Óréttlæti mun aukast ef við gerum ekki neitt. Venna þess að hlýnunin verður gríðarlega við miðbyggjarðar, þar sem fátæktin er mest. Og þannig bara við erum byrjuð að sjá þessa flóttamenn fara af stað, loftslagsflóttamenn. Þetta mun aukast, vegna þess að það verður óbyggilegt á þessum svæðum. Erum við með pólitíska innviði? Erum við með pólitískt kerfi? Erum við einfallega með vilja? Erum við með umræðu sem hefur farið fram til að takast á við þennan vanda? Þannig að nei, kannski er enginn að tala heimsendi, en það er hins vegar að vera að tala vandamál sem að hlaðast upp út af loftslagsbreytingum, mjög óréttlátt vandamál og af stærðagráðu og tíðni sem við höfum ekkert séð áður. Og við með okkar siðferði, okkar pólitísku kerfi, okkar hugmyndir, alls konar, við erum ekki í stakk búin til að takast á við þetta. Þetta er vandamálið. Er þetta óyfirstíganlegt? Ég held ekki. Ég held við getum þetta. En við verðum að hætta að efast grundvöllin hérna. Þetta er að eiga sér stað. Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna í loftslagsmálum er eitthvað magnaðasta vísindaverkefni sem farið hefur fram í sögu mannkins. Líklega það magnaðasta. Þetta er bara allir heila vísindamenn á þessu sviði í heiminum sem komast að reglubundinni niðurstöðu og þegar maður lesi þessar skýrslur, þetta er ekki öfgaskýrslur, þeir segja alltaf litla líkur, miðlungslíkur, mestar líkur á öllum sínum staðhæfingum. Og þegar þessi hópur allur er búin að komast að þeirri niðurstöðu eftir áratuga mælingar og líka samantekt á alls konar mælingum að það er algjör fylgni milli útblásturs gróðurhúsalofttegunda, nokkra tegunda af lofttegundum, af mannavöldum og hlýnun jarðar, þá getum við ekki dregið það í efa. Sérstaklega þegar grunnvísindin eru meira að segja skiljanleg bara öllum sem að vilja hugsa það. Ef þú setur koltvísýring í lokað glas og súrefni í lokað glas, þá hlýnar koltvísýringsglasið. Þetta er tilraunin sem byrjunin á þessu öllu saman, sem að við föttuðum þetta í kringum 1880 eitthvað svoleiðis. Og þannig að vísindin er ekki einu svona flókin. En þá er það mælingarnar náttúrulega. Og mælingarnar eru flóknar
og þær eru margskonar, en þess að við erum að reyna að greina gögn sko aftur til alveg langt aftur. Það sem athyglisvert hins vegar, og þú getur séð það bara á heimasíðu NASA til dæmis, vísindamennir, allir þessi vísindamenn, og þarf að vera ótrúlegu samsæriskenningasmiður til að halda því fram að þeir keppi að einhverjum annarlegu markmiðum, þeir keppi bara sannleikanum. Þeir nota alls konar ólíkar aðferðir til þess að mæla hitastig og breytingar á hitastig. Þannig að það eru alls konar ólík gröf, en það er hins vegar samhljómur með þeim öllum. Andrúmsloft er að hlýna. Og andrúmsloft er að hlýna, oft hlýnað, sögu jarðarinnar. Það er milljarða saga jarðarinnar. Það er alls konar veðurfarslegir og alls konar skeið sem er átt í stað jörðinni. Þessi hraði í hlýnun hefur aldrei átt í stað áður. Og hlýnunin að þessari stærðargráðu hefur aldrei átt í stað meðan við höfum verið á jörðinni. Og við erum búin að búa til alla okkar innviði, öll okkar kerfi, allt okkar líf á okkur grundvelli sem er núna að bresta. Ég ætla líka að því þú talar náttúruverndina og að það eru þetta sko loftslagsbreytingarnar eru þær snúast losun gróðurhúsalofttegunda. Svo erum við náttúrulega að sjá hrun í vistkerfum, við erum að sjá alls konar svona grundvallar svona keðjur, einhver er að vera að breytast og bresta með útdauða dýrategunda til dæmis og og þar erum við með annan samning sem við ætlum sko að standa við líka líffræðilega fjölbreytni sem er bara flóki orði yfir náttúruvernd og það er auðvitað hausverkur að standa frammi fyrir margþættum vanda. Mengun er svo annar angi einhvern veginn. Það er oft talað svona triple planetary crisis og það er kannski alveg skiljanlegt að fólki komi ekki alveg saman lausnirnar eins og það er flókið og ég efa ekki að það sé sko bara mjög góður hugur í þeim sem að vilja fara í kannski verkefni þar sem gengið er á náttúruna meira til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og og það er auðvitað spurning hversu langt getum við gengið í því án þess að skaða náttúruna mikið og ég til bara að vera svona einmitt hlutverk landverndar og samtaka í náttúruvernda hafa alla þessa þætti saman í huga og benda á það þegar lausnir við einu ganga of á annað og og á endanum kallar þetta á einhvers konar forgangsröðun á auðlindum og auðlindastefnu, hvernig ætlum við að nota auðlindirnar okkar, þannig að þær eru ekki bara endalausar, hvorki það að dæla út kolefni og nota jarðefnaeldsneyti né heldur endurnýjanleg orka, það eru takmörk fyrir hversu mikið af henni við getum framleitt. Þannig að þetta höfum við bara bæði talað víða, þannig að ég held að þetta sé sko þá erum við farin að takast á það hvernig við tökum á vandanum en ég held að það sé ein gerð af svona afneitun er líka að það muni bara eitthvað svona ný tækni leysa þetta og við getum bara haldið áfram að neita eins mikið og við neitum fyrir mjög mikil neyslu þjóð og bara í svona hnattræna norðrinu þá erum við bara mikið að neyslu þjóðum og það eru augljóslega einhverjar breytingar sem þurfa að eiga sér stað en þá vil ég minna á það sem Guðmundur sagði líka sem er að margt af því sem að við getum gert til þess að draga úr neyslu, draga úr losun og umgangast náttúruna betur eru hlutir sem að geta líka fært okkur meiri lífshamingju búið til réttlátara samfélag þannig að það er ekki þar með sagt að þetta sé eitthvað rosalega sko fórn sem þarf að eiga sér stað sem að ég held sé oft svolítið klifað á. Þetta er náttúrulega svolítið freistandi sjálfsagt að leggja trúna við svona einhverjum kenningum, samsæriskenningum eins og sem kallaðir eru að þannig og kannski vonast eftir einhverju patentlausn sko að því að hitt er svo erfitt að axla þessa ábyrgð að við erum meðal þeirra þjóða sem að erum eiginlega bara hvað verst í, við bara erum mengum mjög mikið og hvað kallast það svona umhverfis sóðar eða... Já, sko, það er samt mikilvægt að vera ekki alveg með svipun á bakinu á sig. Við erum líka hitaveitan og hrein endurnýjanleg orkunótkun Íslendinga er líka afrek. Jú, ég veit það, en ég er að meina neysla okkar. Og það sem mér fannst kannski áhugavert að því, svo ætlum ég ekki að vera vísa alltaf í frostar, sko, en ég ætla bara að segja að því að það fannst mér tóldi áhugavert að
ef að sko hann og fleiri afneita ekki segja að við verðum að hætta að menga og þessi neysla sem mengandi raunverulega fyrir náttúruna við verðum að stemma stigu við henni en þessi í lagi að vera bara þú veist á gömlum jeppa sér betra að vera á gömlu jeppa heldur en á rafmagnsbíl sem er með sko þú veist það alls konar svona reikningshald eitthvað sko. Já, þú ert að runni að vekja athygli á því að það sé mjög sjaldgæft að vera sko náttúruverndar sinni en afneita samt loftslags áhrifunum. Já. Ég tek undir það mjög sérkennilegt. Já, það er sérkennilegt og áhugavert í sjálfu sér. Þú er sérst fundið þannig viðmælanda og til hamingju með það. Já, það þakka fyrir. Og nei, og það er bara mjög athyglisvert að því, eins og hann segir líka, þessir þegar það er búið að Sameinuðu þjóðirnar er ekki vinsælasta stofnunin í heiminum, sko, verð ég að segja, þú veist, nú þessar mundir. Og það er ekkert bara, þú veist, trömpistattir og fleiri, þú veist, það er svo Sameinuðu þjóðirnar og fleiri slíkar stofnanir verða fyrir svo miklu miklu gagnrýni. Þannig að, og hann talar hérna vísindamenn sem eru á svörtum lista sem hafa ekki komist í það að presentera sínar skýrslur. Þannig að, þú veist, þetta eru þetta bara fyrir þá hlustendur, þá hljómar þetta svona já, þarna er bara eitthvað skrítið þessi og þá kemur þetta þessi vá mikla og þessi raunveruleiki sem þið eru að tala hann er svo flókinn og hann er svo erfiður og þóttið tala að það sé jafnvel líka hægt að gera eitthvað ánægilegt líf, þá hefur það verið svolítið vandamál að ræða þetta mál, er það ekki bara staðreynd? Þetta er flókið og ekki flókið. Það eru ákveðnar lofttegundir sem er bara mengun, sem fara út í andrúmsloftið og þær binda hita. Þannig að það hlýnar. En við getum bara, þetta er bara sannað vísindalega. En sko það sem gerir þetta flókið er að koltvísýringur í andrúmsloftið er líka nauðsynlegur. Hann er nauðsynlegur fyrir plöntur og bara nauðsynlegur fyrir líf og kolefni er eitt bara grunnefni lífs. En það er hægt að hugsa þetta líka í líkingum, sko. Vatn er líka æðislegt. Og við erum hérna með vatn í glösum og við drekkum vatn og við þurfum vatn, en við getum líka drukknað í vatni, ekki satt. Vatn getur líka verið bara alveg fáránlega hættulegt. Og súrefni líka, það getur líka drepið mann, en við þurfum það. Koltvísýringur er svona. Hann þarf að vera í jafnvægi í andrúmsloftinu, bara nákvæmlega eins og svo margt. Og þetta, strax þá erum komin í þessa narratífu, þá verða hlutirnir aðeins flóknari. Þá þurfum við að vita til dæmis jafnvægisgildið liggur í 350 ppm sem er parts per million. Þannig að, og það er komið núna upp í 420 sem er allt og mikið. Þegar maður náði niður í 350, þannig að kannski hætti fólk að hlusta. En 350 endurspeglar ákveði jafnvægi í koltvísýringi í andrúmslofti sem hefur verið í kannski 10.000 ár. 10.000 ár er stuttur tími, en það er þessi tími sem við höfum náð að byggja upp siðmenningu. Sem að, það er þetta jafnvægiskeið sem hefur gert okkur kleift að vera hérna og með sjónvarpsstöð og byggja upp þessi lífskeiði sem að við njótum. Flest, ekki öll. Þetta gæti haldið svona áfram alveg í einhver 100.000 ára en svo kannski ekki en við erum að eyðileggja þetta jafnvægi með útblæstri, við erum búin að raska hringrási kolvetnis í náttúrunni þannig að við erum búin að setja þetta núna á ógnarhraða inn í andrúmsloftið sem eykur hlýnunina hefur oft verið meiri í andrúmsloftinu áður þá voru við ekki og þá voru við ekki að byggja upp siðmenningu eða neitt svoleiðis. Það var bara, það var einu sinni sko regnskógur í norðaverðu Kanada og einu sinni var bara öll jörðin snjóbolti. Þannig að en við vorum ekki til. Við höfum ekki búið til innviði sem takast á við það að golfstraumurinn hugsanlega fari út af hlýnun jarðar. Við byggjum okkur grundvöll á golfstraumnum. Við erum að raska jafnvægi. Og eitt af því sem raska jafnvæginni er líka ágangur á náttúruna. Þannig að þess að náttúran, hún þarf að vera í jafnvægi, hún þarf að vera fjölbreytileg
hún þarf að hafa þrautsegju til að takast á við alls konar breytingar til þess að einmitt að soga koltvísýringin út úr andrúmsloftinu, en þess að koltvísýringurinn er mikilvægur fyrir plöntur og svona, þá megum við ekki drepa plönturnar. Þannig að náttúruvernd og loftslagsmál, þetta er bara algjörlega sami hluturinn. Þú verðum að hafa fjölbreytta náttúru og þar eru Íslendingar ekki búin að fara nógu vel með sína náttúru sem er rauninni stærsta loftslagsslys Íslendinga. Þannig að þetta helst allt í hendur. Og stjórnvöld alltaf hafa ekki bara á jafnvægislist og það verður flókið. En við vitum þetta í lífinu, þetta snýst allt jafnvægi. En þegar það eru eins og þið talið bara óeikjandi vísindaleg rök, það eru óteljandi margar rannsóknir, mælingar sem að sýna okkur fram á að þessu jafnvægi hefur verið raskað svo munar og að það sé möguleiki á að allavega að reyna að betrumbæta eitthvað. Af hverju eru þá til dæmis íslensk stjórnvöld hafa ekki verið nógu dugleg að setja bara lög, og svo núna hver er staðan eins og þegar að Trump, ég meina, er hann ekki bara búin að segja sig úr hann er búin að segja sig úr já, og öllu sem að svona sem að hefur áorkast hingað til með blóði, svit og tárum og nú er það einhvern veginn bara einu pennastriki út í loftið. Já, þú mátt ekki beinlínis tala þessi mál sem vísindamaður í Bandaríkjunum. Þannig að staðan er dálítið alvarleg, þannig að svona ég hugsa afneitunar sinnum hafi dálítið vaxið fiskur hrygg. Já, ég bara Trump er bara skemmdarverkamaður í þessu, bara leggja niður alls konar mikilvægar stofnanir og annað. Ég veit ekki hvort það sé þess virði að eyða á mörgum orðum í það. Þetta þurfi bara einblína líka á hvernig heimurinn, restin af heiminum bregst við og spýtir í lóna vegna þess að þó hvort sem að Trump kemur og hann fer og þá er þessar staðreyndir ennþá til staðar að það er að hlýna og hann segir hann að drill baby drill og þá hugsa maður þá þurfum við kannski að gera ennþá meira. Það eru líka stjórnarskrárvarinréttindi, það eru samtök í Bandaríkjunum sem að á síðustu stjórnartíð Trumps voru bara duglega að kæra til að koma í veg fyrir ýmislegt sem hann ætlaði sér að gera, til dæmis í náttúruvernd og í mannréttindum og vonandi bara gera þau það áfram og hafa til þess áfram grundvöll. En við þurfum, og talað Sameinuðu þjóðirnar, þær auðvitað hafa alltaf verið keyrt á einhverjum svona sameiningarmætti. Þær hafa raunverulega ekki refsivönd sem þær geta beitt á einstaka þjóðir, en nema bara svona name and shame, að ef að fólk stendur ekki við það sem það segir, þá lítur það ekki nóg vel út. En það ég held að sé óumdeilanlegt að þær hafa haft áhrif og þessar kopparástefnur og þessi samningar þessi mál, að við værum á allt öðrum staði ef þær væri ekki til. Nei, ég var ekki að efast. Ég skil í umræðunni, það er það sem gerist, að þegar byrja að tala svona efasemdir einmitt varðandi máttleysi Sameinuðu þjóðanna í því að fordæma þjóðarmorð, þannig að þá eru kannski bara allt í einu stór hópur sem er bara mjög gagnrýninn á Sameinuðu þjóðirnar og þá svona þessi batteri Sameinuðu þjóðanna, kostur Sameinuðu þjóðanna er líka gallið þeirra. Sameinuðu þjóðanna stefna alltaf að samráði allra ríkja eins og kopparástefnur, þær niðurstöðurnar verða að vera í konsensus. Það er ótrúlega magnað þegar það næst, en það gerir það auðvitað líka að verkum að það verða mjög margir óánægðir. Konsensus stjórnmáli yfirleitt gera svona þá sem að vilja fara hraðar eða hægar, gera þá óánægða og það er oft mjög hávært og skiljanlegt. Og þess þarf hitt líka, það þarf líka náttúruverndarsamtök og ríki sem vilja fara hraðar í loftslagsmálum og allt þetta. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar eru bara þessi vettvangur. Þau eru stórbrotin þegar kemur að vísindaverkefninu í loftslagsmálum og líka varandi líffræðilegan fjölbreytileika og varandi skógareyðing og þetta. Þannig að þau hafi verið þessi vettvangur og það er svo mikilvægt að fólk skilja þetta, vísindi og vísindaleg aðferð. Það er bara, nánast eins og að ganga í klaustur þar sem þú ákveður að sannleikurinn er bara
þitt eina markmið. Þú getur ekkit annað í vísindum, allt sem þú gerir bara rýnt út frá því hvort þú getur sannað og hvort þú getur rökstutt það sem þú segir. Og þú ert endalaust í þessum business að reyna að sanna það sem þú segir og ákveðum forsendum sem þú leggur upp með. En stórfyrirtæki hafa nú keypt sig inn í þessum rannsóknir. Jú, vissulega, en þú verður að segja það í greininni þinni, hver studdi greinina og það er þá í forsendunum og ef einhver greinum tóbak eða eitthvað og stutta tóbaksamlegenda þá bara kemur það fram og þú ræðir hvað þú gerir við þær upplýsingar. En þess vegna er gagnsæi. Þegar 6.000, 10.000, 15.000 vísindamenn og vísindamenn líka, þeir eru allir í samkeppni við hvern annan. Þeir eru allir að leita að einhverju. Það er fullt af vísindamönnum sem myndum vilja koma með greinina núna. Við höfum rátt fyrir okkur varandi hlýnujarðar. Það bara hefur enginn komið með neina sannfærandi grein það. Ein grein sem er stundum, einn vísindamaður sem er stundum vitnað í, sem heitir Fred Singer, sem er nýlátin, léstur í nokkrum árum. Hann var svona á móti öllu alltaf. Hann var á móti því að hann taldi að óbeina reykinga væru ekki skaðlegar, hann taldi að ósónlegi var ekki að eyðast freons, hann taldi að það væri ekki orsakasamhengi milli sólbaða og húðkrabbameins og alls konar svona. Og hann taldi að hlýnunin, að það væri ekki að gerast vegna þess að hlýnun færi fram áður og svo kemur koltvísýringurinn í andrúmslofti hans en hélt semst fram alveg öfugu orsakasamhengi miðað við alla aðra. Og sama tíma og mér finnst alveg ágætt að hafi verið og sé til alltaf svona maður eins og Fred Singer sem hefur með einhverja spooky greinar einhvern veginn og allt annað bara heldur en allir aðrir. Þá finnst mér líka mikilvægt að við rýnum alltaf í það á hverju stundu hvað er rangt í þessu. Til dæmis þarna þegar að hann segir það hlýnar fyrst svo kemur koltvísýringur þannig að allir hafa rangt fyrir sig núna þá er hann að segja svolítið sem er satt stundum að við ákveðnar aðstæður í sögu jarðar eins og til dæmis þegar að ísöld hættir þá hlýnar á jörðu út af stöðu gagnvart sólinni, þá er sólin áhrifavaldur og þá verður hlýninin af öðrum orsökum og þá getum við séð að koltvísýringur eykst síðan í kjölfarið þetta er þekkt. En að taka þetta og heimfara það upp á það sem er að gerast núna og halda að það sé eitthvað sannleikur í málunni eins og það núna, þá ertu bara að slá ryki í augu fólks. Og það getur verið, og þarna verða hlutinir aftur flóknir, og fólki langar svo að trúa þessum eina vísindamanni sem segir að allt þetta sem hefur verið að segja sé skaðlegt og sé að gerast, að það sé ekki að gerast. En því miður, hann er bara einn og hann hefur rangt fyrir sér. En fjölmiðlar heimsins hafa verið einmitt svolítið gagnrýndir fyrir það að láta svolítið eins og þessi eini, hann sé í 50, þú veist, það sé bara 50-50 raunverulega, þú veist, þannig að ef hann kemur, einhver slíkur kemur að borðinu, eða ef einhver kemur sem að heldur því gagnstæða fram, sem sagt, að hlýnunni sé að mannavöldum, að þá er alltaf kallað til hinn, eins og þetta sé bara Það getur verið gott að vera þessi hinn ef 6, 10, 15, 20.000 vísindamenn eru sammála um eitthvað eitt þá getur við séð sóknarfæri því að vera svo eini sem er á móti og ferðu viðtalið. Já, en ég held að það sé töluvert mikilvægt í því að vera með undir Sameinuðu þjóðunum þessa vísindanemndir bæði einmitt alla þessa hluti, þetta er ekki bara loftslagsbreytingar, það eru líka til IPBES og eitthvað annað fullt eyðimerkumyndun og annað sem að eru að skoða þessi mál og eru að eru með rannsóknir svo víða sem að komast á sömu niðurstöðu og við hljótum að að bara, það er einmitt eins og Guðmundur segir, ég meina vísindamenn geta haft alls konar, þú veist, það geta verið skekkjur, það geta verið eitthvað unconscious bias og eitthvað, en þetta er allt þekktir hlutir sem að vísindamenn vinna með og þegar margir vísindamenn komast á sömu niðurstöðu þá getum við verið nokkuð viss að það sé rétt og við erum alltaf í okkar líf og starfi að vinna eftir bestu mögulegu upplýsingum og þetta eru bestu mögulegu upplýsingar þó það séu til kannski aðrar og einhverjir skekkjumörk og eitthvað þá er það allt tekið fram í þessum skýrslum. Þetta eru mjög ítarlega skýrslur. Og svo má náttúrulega ekki gleyma því að þessar skýrslur eru oft unnar í nánum tengslum við heimafólk og ákveðnum svæðum sem eru þá líka með ákveðna reynsluþekkingu sem bera saman brunni sem hafa upplifað þessar breytingar og hafa upplifað Þetta er mjög áhugavert að
fólk, þegar alltaf mér svolítið áhugavert að skoða hvernig munu þessar breytingar og hvernig eru þær að birtast okkur og hér reynir stundum líka á tungumáli vegna þess að það eru margar hörmungar sem að gerast sem að við setjum ekkert endilega undir hatt loftslagsbreytinga vegna þess að það er kannski aðeins flókið orsakasamhengi að til dæmis bara tryggingaverð er að hækka rosalega mikið á mörgum stöðum í heiminum og sumst það er ekki hægt lengur að tryggja íbúðunar og fólk heldur kannski að þetta sé bara út af einhverju slæmum stjórnmálamönnum eða eitthvað svo leiðis grunnorsakavaldurinn hér eru loftslagsbreytingar það sem loftslagsbreytingar þeim er ekki þó grundvallaratriði þessi hlýnunjarðar þá er þetta fyrst og fremst meira ójafnvægi jarðar hlýnunin eykur ójafnvægi það semst verður til dæmis bara rosaleg uppgufun úr sjónum á einum stað og kannski svakalegir þurrkar á einum stað út af miklum hita sem verður síðan að rosalegir úrkomu annar staðar. Stormar verða öfgafyllri. Veðurofsinn er miklu meira og hann er margskonar, hann er allskonar og fólk á kannski svolítið erfitt með að rýna í gegnum þetta og sjá, heyrðu, þetta er allt út af loftslagsbreytingum. Og vindar, það eru ákveðin svona vortexvindar í kringum pólana sem halda kalda loftinu inni sem eru síðan að veikjast og þá getur komið rosalega kalt lofti nýtt í Bandaríkina og rosalega snjóþungur vetur í New York eitt árið, þá er líka loftslagsbreytingar það hlýnaði raunverulega á norðurpólum en það mistu frá sér kaldalofti þannig að það eru ýmislegt svona sem kemur en voru ekki Íslandingar bara svona eiginlega tilbúnar að trúa á þetta orsakasamhengi þegar komu ljós að þetta væri ekki bara hlýnun jarðar heldur gæti til þess væri einhver svona blettur yfir Íslandi sem gæti núna gæti einhver gert rannsókn orðið einn af þessu vísindamönnum sem gerir rannsókn á hlýnun jarðar og ákveður að mæla bara svæðið sunnan við Ísland og hann geti byrt grein og sagði, það er ekkert að hlýna. Svæðið sunnan við Ísland er eina svæðið á jörðinni sem er ekki að hlýna út af því að það er að veikjast strömmurinn, golfströmmurinn frá miðbiki jarðar. Og sjáðu, þegar golfströmmurinn hættir út af hlýnun jarðar, ef hann gerir það, nú er konar einhverja 5-6 rannsóknir sem leiða því líkum að það séu sterkar líkur á. Það er ekki sagt óyggjandi, aldrei neitt sagt óyggjandi, en það eru sterkar líkur á. Bestu mögulega upplýsingar. Mögulega upplýsingar segja og alls ótrúlega flókin og viðamikil módel sem er sett upp sem reikna það getur bara verið verulega sterkar líkur á því að golfstraumurinn hætti fyrir lok þessar aldar. Og það er bara, með börn og barnabörn sem eru þá á lífi þá. Sem sagt hvað þýðir það þá eru margir sem kannski segja hvort á það að vera á að kólna eða hitna þetta þýðir þá að það kólnar hér einhverja 6, 7, 8, 9 gráður á Íslandi og verður óbyggilegt nema kannski Egilsstöðum er ekki nei það bara það kólnar það er alltaf lít á Egilsstöðum rétt hjá þér það kólnar í Noregi, Skotlandi og allir í Vestur-Evrópu og allt saman en hlýnar alls þar annars þar ennþá meira sem sagt enn og aftur meira ójafnvægi hitinn verður bara eftir eins og við erum að fá golfstrauminn frá Mexíkó og þar er heitt og þar er hitinn að varminn að fara og færa okkur þennan varma hingað og ef það hættir þá náttúrulega safnast hann bara áfram safnast bara þar og þá er kannski óbyggilegt þar og þá fáum við kannski mexíkóska flottamenn þeir geta þú veist, maður veit ekki þetta eru svartar framtíðarmyndir en það sem er svo stóru tíðindin er núna, ef þú spyrði einhvern loftslagsvísindamann þessar sviðsmyndir sem voru tilindi til bara einhverja svona rosalega dystopískra sci-fi kvikmynda fyrir 20 árum síðan eru þær núna möguleiki þeir segja undantekningarlaust þær eru möguleiki það er breytingin sem eru orðið á svona 10 árum að allar þessar öfgafyllstu sviðsmyndir þær eru möguleiki við heldum áður að þær væru það ekki en þess vegna er mikilvægt að grípa til aðgerða og og maður verður nú að vera pínlítið bjartsýn á að það náist einhver árangur og þessar svart sínustu spár verða ekki að veruleika og hvað aðgerðir er svona helst sem að þið myndu bara ef þið ættu bara, þú veist, það ættu bara hrindi í framkvæmd strax svona, hvað er mikilvægast? Það er alveg eins og það barst í tal á hann að það væri ekki til einn patentlaust ég held, mér finnst alltaf best að líta á þetta svona verkfærabox og það verður að gera svo ógeðslega margt
það þarf að draga með tæknilnýjungum koldíoxíð úr andrúmsloftinu, eins og það er ekki eina lausnin, það er bara hluta þessu og ég nefni það ekki fyrst vegna þess að það er mikilvægast, en ég nefni það bara vegna þess að það er svo oft ítt út á borðinu. Við þurfum tæknilausnir, þurfum aðra orkugjafa, þurfum betri orkugjafa, sem betur fyrir konu orkugjafa sem henta fólksbifreiðum og batteri og svoleiðis og það er ævintýraleg þróun í því, það er mjög gott. Við þurfum að, og gera það verkum að það að fólk á Íslandi þegar það kaupir sér nýja bíla þá fáir sér rafmagnsbíla. Líka fækka bílum, vera með almennilega almenningssamgöngur. Þetta er líka af því að við vitum líka bara að þó ekki væri nema út frá skipulagssjónarmiðum og fólk sé ekki alltaf fast í umferð, það er alveg jafn fast í umferð í rafmagnsbíl eins og En það er ekki líka bara meiri upplýsingaflæði, það er að segja meiri umræðu. Ég myndi ykkur á Íslandi vera nógu markviss umræða, það er bara og markviss stefna, þannig að það er ekki mikil svona... Það er alveg hægt að ná árangri og við segjum svo til dæmis bara ein stór loftslagsaðgerð sem bara fór í gegn fyrir 2-3 árum og bara allir til, var banna urðun á lífrænum úrgangi. Það bara allir til og bara gerðu þetta. Og endurheimta þau votlendi sem að... Já, og það er annað sem er bara svona hægt að gera. Stór losunarþáttur Íslands. Rosalega stór hluti af lausninni liggur í bara breyttum landbúnaði sem þarf ekkert að vera eitthvað íþykjandi. Við sem að margir bændur bara til í það. Að breyta sínu landbúnaði þannig að það vera auðgandi en gangi ekki á landið og valdi útblæstri. Og þetta er allt saman bara dásanleg matvæli sem við getum fengið út þessu öllu saman. Þetta er svona kannski komin 25% af vandanum. Svo er bara eins og í byggingariðnaði, ég meina steypa þetta vandræða. Eins og Bill Gates segir að það þurfa aðalega að finna nýjar aðferðir til að búa til steypu og nýjar aðferðir til að framleiða orku og þá sé málið nokkurnuðin list. En hann er gott að lesa hans stundum líka, hann er svona tæknikur. Svo það líka að breyta bara, hugsun okkar og hugsun okkar hagvöxt og það allt saman og hvað eru lífsgæði og hvað er hamingja. En af hverju erum við ekki að ræða þetta bara miklu markvissar á Íslandi til dæmis? Það er bara ákveðið úthald og svona, ég meina nákvæmlega eins og bara þú sér það er ákveðið núna andstæði það að veðurfræðingar þeir segja frá veðri að þeir tala loftslagsbreytingar vegna þess að það er svo allt þetta sem er að gerast í veðrinu þetta fríkaða veður sem er út alla koppagrundir og alls konar veður ofsa viðburðir þeir mega alltaf segja lengur þetta er út af áhrifum loftslagsbreytingar þannig að það bara verður ákveðið óþol. En er það ekki líka vegna þess að það er skilgrænt sem pólitík í staðin fyrir að halda þessu kannski og við tökum marka á vísindunum og þetta sé þekking það er búið að skauta þetta alveg rosalega að þá er þetta orðið einhver svona pólitík sem embættismaður má ekki eins og það er kannski okkur tókst til dæmis að reynsa landið hreint land, fagurt land og það tókst ekki bara á Íslandi, það tókst bara með alla Evrópu, tókst að reynsa árfarvegi á svona drasli og svona, auðvitað ennþá drasl, en tókst alveg að hafa rosalega mikið drasl og nú lítið drasl. Það er alls konar svona árangur sem við höfum náðst og alveg án þess að gera það að einhverju pólitísku ágreiningsefni. Já, ég held að fólk kannski greinir mest á lausnirnar en ekki þessi vandamál og ég held þessi hefur verið líkt við langhlaup og það fóru rosalega margir á stað fyrstu 100 metrana og en svo, og voru bara mjög sprækir bara við getum ímyndað okkur við sem fóru út að hlaupa svo þreytist maður alveg eftir fyrstu 2 kílómetrana og þú veist ekki hvað er langt eftir og við erum komin inn í eitthvað svoleiðis tíma þar sem það er eitthvað svona þetta er bara, fólki er komið kannski leið á því að ræða þetta og annað en það mun bara vonandi koma svo nýtt tímabil, þú veist þegar maður er búið með 5 kilometra og maður finnir svona ekki orkubúst eða ég veit ekki. En þið komið nú til mín í spjall fyrir árið síðan eða eitthvað svoleiðis rúmu og þá allumis stjórnvöld voru að opna samráðsgátt ekki hagræðingu heldur orkustefnu var það ekki aðgerð í loftslagsmálum og þá kom nú í ljós að þessi hagsmunasamtök ef hagsmunasamtök á að kalla þar að segja hagsmuni náttúrunnar og komandi kynslóða þessi svona eins og Landvernd náttúruverndarsamtök Íslands og fleiri þau hefðu ekkert verið spurð eða þau hefðu aldrei verið kölluð að borðinu
heldur bara samtök iðnaðarins og samtök atvinnulífsins. Þetta náttúrulega rosalega mikil skekkja að í þeim batteríum þó og háskólanum og einhverju þar sem hefur safnast upp þekking og fólk hefur verið að leita sér þekkingar og miðla eins og þið gerir bara í svona ykkar þið eru ekkert þið eru ekkert í vinnu hjá hinu opinbera en þetta er fólk sem að safna öllum þessum upplýsingum og þær virðast ekki beinlinis komast einhvern veginn, það virðist ekkert verða svona almenn umræða, þannig þá verður þetta bara fólk þreytt á einhvern veginn og hugsa hvað, af því það er ekki þetta svona autoritet í umræðinni. Mér finnst það bara hljóta að vanta. Ég meina við erum auðvitað í aðhaldshlutverki sem svona samtök og hefðum viljað þarna koma fyrra borðinu, það er alveg rétt og margt í þessar aðgerðaáætlun sem að mætti skýra betur, byrja eiginlega flestar aðgerðirnar á kanna möguleika á eða einhverju svoleiðis. Þannig að þetta er langklaup, bara eins og ég segi, við erum bara alltaf að halda áfram og og það er ekki bara við, það er líka fullt af fyrirtækjum sem að eru að gera vel og vilja gera betur og eru að leita leiða til þess og það eru stjórnmálamenn sem að vilja gera betur og fara draga saman losun og allt það. Þetta er allt til staðar en það er alveg rétt, ég held að almenningur, af hverju ekki alltaf verið að tala um þetta eins og við spurðir. Ég held að almenningur, hann þetta fekk bara svona, var tilbúin í næsta, við líka lifum í samfélagi þar sem að það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt. Já, og ég meina þá kannski til að tengja það, eins og þú ert að segja, tengja það við hagvöxt, tengja það við tryggingaverð, bara þannig að raunverulega halda okkur við efnið þannig að við skiljum samhengi hlutana, þannig að við fáum ekki bara einhver svona loftslagsskýrslur af og til frá loftslagssérfræðingum og sem enginn ennir og eitthvað hlýnunin og einhver prósentutölur og svona, heldur að við bara virkilega skiljum samhengi málana. Ég held að það sé mjög margir til í að heyra svona hvað er best að gera. Bara svona sem manneskja, ég held að það sé mjög frjór jarðvegur fyrir öllum leiðbeiningum í þessu. Við sjáum bara það til dæmis í flokkunarmálum og svona á rusli og svoleiðis. Og bara, fólk er tilbúið og fólk tekur við sér þegar bara það er einhver smá stuðningu við að skipta orkugjafa í samgöngum, þá er fólk til og ég vissum að fólk myndi nota almenningssamgöngur eða vera betri og allt þetta, ég held að jarðvegurinn sé alveg fyrir hendi. En svo er stofnun á vegum ríkisins, umhverfisstofnun og Veðurstofan og fleiri, Háskóli Íslands og eitthvað svona, að þetta sé bara, þarna maður getur treyst því að þarna sé verið að vinna úr upplýsingunum og... Já, ég held að maður geta alveg treyst því og það er bara, ég held að sjá hvernig hræðsla í gangi, ég tók eftir því þegar loftslagsaðgerðaráætlun var tilkynnt og Bjarni Benediktsson sem á það þá held ég forsætisráðherra sagði ykkur orði í upphafi og honum fannst ástæða til að setja það með framalega í sína ræðu að aðgerðaáætlunin einkenndist ekki að boðum og bönnum og þetta finnst mér svo ránt alveg rétt að við ætlum ekki bara að hafa boð og bönn, við verðum líka að hafa gulrætur og alls konar svona og kvata og svoleiðis en eins og ég sagði það, þetta er verkfæraboks við þurfum og góðir stjórnmálamenn í þessu verða að vera opni fyrir því að nota öll verkfærin og ég nefndi áðan bann sem virkaði bara mjög vel, bann við urðun og lífrænum úrgangi, virkaði bara mjög vel og ég held að þessi mjög margir í atvinnulífinu og mjög margir í alls konar hagsmunasamtökum og hitt og þetta og almenningur sem vil skýra leiðsögn og fyrirsjáanleika líka og fyrirsjáanleika sem að er núna alveg að fara út gluggann í heiminum en en þú veist við vitum að við erum ekki að fara að keyra á bensínbílum út 21. öldina við vitum hins vegar að við getum ekki skipt þeim út bara alveg strax og það er bara ekki réttlátt og það er bara erfitt og svona og væri líka ákveðin sóun fólkin í því en við þurfum að segja hvenar við ætlum að gera það og þegar við segjum hvenar þá spila allir með. Þetta er svona dæmi það sem tæknir er komin, forsendur eru komnar, verðið er að fara niður, tæknir er að verða góð og allt þetta, hér er hægt að taka ákvörðun og ég held að sé hægt að fara yfir sviðin öll svona, og ég held að til dæmis í landbúnaði held ég sé líka hægt að fara að taka alls konar ákvarðanir bara endurheimt votlendis og hitt og þetta sem bara fólki til í. Ok, þannig að það er nú bara góða fréttir. Já. En það þarf að koma því einhvern veginn í farveg, í réttan farveg.
Já, ef maður vill vera Pollyanna sko, þá getur maður líka bent á það að vesturspár fyrir 10 árum hlýnun jarðar voru nálægt 5 gráðu hlýnun, en vesturspár núna eru 3 gráður. Munur á kúk og skít myndi eitthvað segja, en samt sem áður. Já, smá það árangur. bara hægt að, og þið haldið áfram í landvernd að veita aðhald og beita ykkur fyrir, er ekki bara því að stjórnvöld standi sig og raunverulega verið í tengslum við bara fólk út land, er það ekki ykkar svona Jú, bara halda áfram að tala við fólk og tala fyrir þessum sjónarmiðum, fræða fólk. Það er alltaf á öllum fundum sem við förum á, það er alltaf að tala um hvað er mikilvægt að vera með góða fræðslu og bara þreytist ekki að tala um hvað landvernd stundar mikla fræðslu. Við skrifum svona umsagnir og förum í viðtölu um alls konar mál, en svo erum við með grænfónaverkefni og við erum með alls konar viðburði þar sem við erum líka að fræða. Við vorum með viðburðum áhrif vindorku vera á náttúruna á Egilsstöðum daginn, þannig að við erum að tala um hluti og og fræða og bara ég held að ég þreytist ekki á bara að tala um þetta sé langhlaup og einmitt gott að fara jákvæður inn í þetta, annars þá endist maður ekki lengi. Nei, ég vona að þið endist lengi allavega, þið eru búin að vera duglega nú þegar og verið duglega áfram. Guðmundur Steingrímsson, doktorsnemi, mér langar mjög mikið að spyrja hvort að skrifa doktorsrit en tíminn er búinn. Hringrásarhagkerfið. Nú er það? Já, hringrásarhagkerfið. Neyslu. Nú, spennandi. Varaformaður landverndar og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landverndar. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu, ég ætla að segja grænaborðinu, en það er rauðaborðinu, og tala loftslagsmál og alvöru vá og líka hitt váið þarna vá. Er ekki? Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í þessari samræðu og Laufey Líndal Ólafsdóttir og Pétur Fjallsted fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og segjum þetta gott í bili. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is